Já, heyrðu, það komið að svona sumarspjalli, við ætlum að hafa það pólitík, já, bara í heiminum og við fengið hingað gott fólk til þess að spjalla við okkur. Hérna Nikolai Mosti. Góðan daginn. Og Dominique Plattel Jónsson. Góðan daginn. Cyril Le Marquis. Og Victoria Baxina sem heitir núna Snærós. Góðan Til hamingju með það, nýja nafnið. Takk kærlega. Já, fallið nafn, Snærós. Takk, já. Herðu, ég ætti kannski að segja að það svona þráður í þessu hjá okkur. Að þú ert Bandaríkjamaður. Jú. Já, og hér eru 2 frakkar og 1 Rússi. Þetta eru lönd sem í svona pólitískri deglu og átökum. Og við byrjum á Frakklandi sem var kosið. Þetta ekki, þú ert vinstri maður, eða ekki, Gerard? Já. Ertu ekki fegin í dag? Jú, svo fyrir minn. Ég skammaðist mín fyrir úrsliti fyrir umferð og ég þorði varla að fara út úr húsinu. En í gærkvöldi ég var mjög ánægður, samt ekki hægt núna að mynda ríkisstjórn í Frakklandi, en þetta annan mál. Nei. Það eitthvað sem við þekkjum hér. Það eru óvön því að hafa samsteypustjórnir. Kunnið það ekki? Það eru aldrei samsteypustjórnir í Frakklandi. Nú var minnihlutastjórn Attal að því að makronistar voru ekki með meirihluta á Alþingi. Það eitthvað sem við mótsagnakenn. Frakki kýs sin mann í fyrri og síðan kýs hann hægri mann ef hann vinstri sinnaður, vinstri mann ef hann hægri sinnaður, síðan Alþingi og frakkar upplifa bandalag samsteypu sem svík. Eftir að hafa sjálfur kosið andstæðingin. Þetta eins og Íslendingar, vinstrisinnaðir Íslendingar væru að kjósa Bjarna Ben. En vinstrisinnaður Íslendingur, hann kýs sinn flokk og síðan honum finnst eðlilegt að það sé myndað samsteypu. Þetta náttúrulega gerist í einmenniskjördæmum í seinni umferðinni og það var nú talað það, ég veit ekki hvort þið tókuð eftir því í forsetakosningunum á Íslandi. Að svona síðustu 3 dagarnir hefðir verið eins og seinni umferð, að fólk fór og flutti sig yfir á þann sem var líklegur. Það var þó ekki nema 10% kjósenda sem að gerði það, en réðu samt úrslitum. Að færðu sig yfir á mikill meirihluti færði sig af þeim yfir á Höllu Tómasdóttur sem að vann eiginlega seinni umferðina. En það kannski Gunnar má segja líka að í Frakklandi kerfið byggt þannig að þetta mun koma og hefur komið upp mörg skipti áður, þó að það sé kannski ekki endilega skili sér í samsteypustjórn eða hvað. En þetta stjórnarskrávarin réttur allra, þú veist að mynda þetta, kjósa sinn mann fyrst og svo kjósa í rauninni stjórnina. En ég sá bæði sérstaklega Bardella, hann var að segja að þetta hefur verið svona svindlkosningar af því að fólk snerust allir gegn sér. Þið eru að segja að þetta eiginlega svona í öllum kosningum. Þetta svona í öllum kosningum. Þú veist, það hlutföllin breytast eftir því hver stendur betur af vígi og og allt þetta. En samt sem áður, maður fann alveg ergelsi djúpt í alveg dýfst í honum. Þetta eðlilegt, fólk bara að kjósa það sem líklegastur til þess að vera þingmaður. Það ekki skylda að þess bara búið að ýta hinum út, þannig að þú ert kannski bara 2 kosti. Hvað voru þið með marga kosti í þessu norður Atlantshafskjördæmi sem þið kusuð í? 2 kosti. 2 kosti. En þú veist þetta líka maður verða að lesa þetta svona eins og að flétta í bók og alveg þangað til að þú kemst að síðasta blaðsíðu til að ná öllu því sem að gerast. Kaust þú sama frambjóðandana í fyrstu og annarri umferð? Já, ég ætlaði að segja það. Ég gerði það. En þú, já. Sigrún? Ég líka.
Já, það var auðvelt hér. Þú veist, það fór ekkert á milli mála og ég held að það nú verið á Íslandi að voru svona 16 allt í allt sem kusu þjóðfylkinu. Já. Slúsa, þú veist, á Íslandi. Það er, og ég var að hlusta líka... 16 af 23 eða? Nei, ég er að skrifa. En ég var að hlusta líka á frétta rítara fyrir Frans 24 í Bandaríkjunum og hann mjög öflugur fréttamaður og hann var líka, þú veist að segja í Bandaríkjunum, þá eru vandamál og þá er þetta stórt land, það er margir frakkar, vandamálin eru allt öðruvísi en í Frakklandi. Þannig að það kemur líka sem svona jafnvægisstöng inn á milli og það gildir alveg alla frakka erlendis. En það hvað? Ég held að sé 11 þingmenn fyrir frakka sem eru búsettir að kjördæmi. Eins og við verum með kjördæmi þar sem að 55.000 Íslendingar sem eru með lögheimili erlendis myndu kjósa í sínu eigin kjördæmi og færi nú bara, ég held að sé bara eins og helmingurinn af annað Reykjavík kjördæmi, ég held að sé bara svipað. Já, það er nefnilega málið. Má ég spyrja einn varðandi bara Alþingi af Frakklandi, er hún alltaf fungerandi? Því í Bandaríkjunum, náttúrulega við erum með okkar vandamál, en það mörg lög og það það að orðin þinginu okkur, hún ekki heldur fungerandi vegna þessi bíl á milli pólitísk hugmyndafræði og annað. En hvernig það þegar það kemur til þess að vinna verkinu? Allt þessi nýja þingmenn hægt fyrir frakkar og okkur hinnum sem fylgist utanfrá með væntingar hvernig gengur það? Mun það fungera? Hafið þið trú á því að þessi gjá, hún ekkert svo stór? Sko, þetta ekki beint gjá, myndi ég segja. Vegna þess að einu snýen, sko, það var greinilega einhver svona svolítið góðir sem sáu stjórnarskrá 50 og eitthvað fyrir 5. lýðveldi Frakklands og gerðu ráð fyrir að landið verður aldrei óstjórnandi þú veist og það til dæmis núna síðasta þingi þar sem Macron var ekki með meirihluta á þingi þá var gert ráð fyrir að stjórna með það sem kallar 49.3 sem grein í þjóðskráni sem leyfir ríkisstjórn sem sagt að taka ákvarðanir fram hjá þingi. Þannig að þetta fungerar, þú veist, en það ekki kannski beinlínis að lýðræðið sjálft að fungera. En máttu nota þetta bara í hvað sem og eins oft þú vilt? Og það ekki þannig að getur þingið ekki fellt þetta seinna? Að því að sömuleyti þá nú Bandaríkjunum stýrt svona með tilskipunum. Já, tilskipunum og executive order, já. Þannig þetta kannski svipað. Ástæðan má vera með vantraust tillögu. Já, það það eina. Já, þetta það eina sem hún getur gert. En Macron, hann hafði ekki meirihluta, þannig hann þurfti að semja máli gennum þingið. Í stundum samtal til hægri. Eins og í innflytjendamálum? Oftast. Já, oftast. Og sára sjaldan til vinstri. Já, oftast einmitt og ég held að þetta nú verið vegna þess að vinstri öflin, þú veist, hafa verið, sko þetta var í fyrsta, ekki alveg fyrsta skipti, en þetta var svona eitt skipti þar sem loksins sósíalistar og vinstri öflin komu aftur, sem sagt inn sem styrk en ekki sem sundrung og ég veit ekki hvað. Þannig að, en þau gátu samt sem það ekki sameinast allt og það var oft ansi skrautlegt á þinginu og þess vegna var oftast farið að nota 49.3. Þið bara aðeins að kosningunum sem voru, þessi sveifla, hún var ekki meiri heldur en að þú þorðir að vona eða? Jú. Þú varst eiginlega bjóst við því að þjóðfylkingin gæti kannski verið stærsti þingflokkurinn. Jú, ég vel fengið mikil hluta, það kom til greina. Það þarf að vera með 289 þingmenn til þess að fá mikil hluta, það eru 577 þingmenn á þingi.
En spurningin af hverju í þessu landi, Frakklandi, af hverju svona margir sem kusu öfga hægri? Ég spyr þig, af hverju nýtur meir en þriðjungur Frakka, af hverju styður það þjóðfylkinguna? Hvað það sem þið sjá í þjóðfylkingunni? Veitu, ég tala Má ég velta spurningu í skottun á hans? Þetta ekki svona öfgabilding? Þannig að þeir eru bara í öll þessum löndum, þetta bara óánægi, hún myndist í bilding. Hvað það eitthvað svoleiðis? Ekki 33%. Nei, sko það sem eitt hluti í því auðvitað mjög sterk og mikil óánægja sem blanda af því sem að gerast í heiminum og því sem að gerast í Frakklandi og stjórn Macron sem fór mjög fljótt frá ekki hægri, ekki vinstri heldur, ekki miðjan heldur og fór mjög hratt yfir í alveg hægri gír. En svo líka að Marine Le Pen hefur haft mörg ár til að það sem kallað djöflavæðaflokkin. Já, einmitt. Og smám saman þetta vinst. Og af hverju var unga fólki mikið að kjósa Bartela? Ekki út af því sem hann var að bjóða í sinni stefnu, heldur vegna þess að hann yfirtók TikTok. Skilurðu? Þannig að það svo margt svona sem kemur inn. Það eitthvað skrítið vegna þess að stjórnmál hljóta að ráða við það þótt að hluti að borgurunum séu óánægðir. Þannig það bara. Já. Og allt í einu bara, við réðum ekkert óánægða fólki og það fór allt yfir til hægri. Eða TikTok. TikTok, hvað ekki ykkur frá TikTok? Það getur ekki verið þannig að þetta séu skýringarnar. Sko, þetta þetta hluta af skýringunni, þetta ekki öll skýringin. Nei. En þú veist, þegar þú ferð, ég meina, popúlismin með alveg ákveðnar línur sem fara eftir. Hann talar við fólk sem upplifir að stjórnarstefnan ekki að þjóna okkur. Já. Stjórnarstefnan að þjóna okkur allt öðrum. Macron hefur fyrst og fremst verið að þjóna einum allra ríkustu og einhverju elíti í þessu samfélagi og við erum skilin eftir og við könnumst ekki lengur við landið okkar eða hvað. Jú, en þannig að fólk ætti að kjósa til vinstri. Ég vil reyna að skoða ástæður til þess að kjósa löpinista. Þetta vaxandi kynþáttahatur á Íslandi? Ég held það ekki. Auðvitað, það voru hryðjuverk í Frakklandi þar sem næstum 400 mistu lífi, en samt sem áður, ég held ekki að kynþáttahatur sé vaxandi í Frakklandi. Hvergi í Evrópu giftast ungt folk af arabiskum uppruna, frökkum. Þetta 75% hjá körlum, 50% hjá körlum og 25% hjá stúlkum. Og Frakkland ekki með ríkiskirkju. Ég meina, þetta og þar að auki, þegar maður skoðar úrslitkostningarna, maður sér það að þeir sem kusu löpinista búa helst í sveitum, þeir sem búa í borgum, það sem borgandi af arabum og sveitingum og svona, þeir kusu ekki löpinista. Þeir sem kusu löpinista búa í sveitum, það sem þeir hafa varla séð araba á sinni ævi. Þannig að ég held ekki að það sé útskýringin. En ef við skoðum önnur vandamál, eins og hvað vandamál sem núna í þjóðfélaginu, fátækt. Já, það 6 milljónir fátækir í Frakklandi, en þeir jafn margir hlutfallslega í öðrum löndum. Velferðarkerfi ofboðslega þróað í Frakklandi. Og skattar háir til þess að einmitt láta þetta ganga. Þannig að þetta var í útskýringin ef það var í allstaðar.
En það var bara í Frakklandi. Under vandamál, orkumál. Frakkar eru ótrúlega hefnir, þeir eru með kjarnorkuver og sem sagt orkuverð hefur ekki hækkað í Frakklandi og það hefur hækkað ekki eins mikið í Hollandi eða Þýskalandi eða Bretlandi. Alls ekki og framtíð mjög björt á meðan Þjóðverjar eru í skítnum að við eru búin að hætta kjarnorkuver. Framtíð Frakklands á því sviði ótrúlega bjart. Frakkland fyrsta turistaland í heimi. Það það bil 100 milljónir sem koma á hverju ári. En það það sem þessi hærri afl sem við sjáum bara víða heiminum, það sem þau gerir. Þeir segja, nei, það rangt fyrir þig. Þú hefur þetta ekki gott. Hluti ekki að fara batnandi. Ég sé þetta í Bandaríkjunum. Það ýmislegt sem að og ég ætla ekki að verja allt, en víst hluti að fara batnandi, en ef þið hlustir á málflutningu, þeim sem á hærri og þeim sem standa með þeim sem vilja, eins og hærri á Frakklandi, þau segja, nei, þú hefur rangt fyrir þig, við erum ekkert, hluti ekkert að skána, og fólk, ákveðin hluti fólk sem eins og þú segja, þeir ekkert að missa þeirra vinnu til innflytjendur, en samt innflytjendur allan vandamál. Það eitthvað í þeirra málflutningu. Jú, það svo auðvelt að hata útlendingum. Já, það svo auðvelt að það rasistir, þetta allsherjar útskýring. En allt hitt sem segja bara það ekki gott og framtíð í Frakkland ekki bjart, það ekki rétt. Ja, en hérna, sko, það ekki þannig í Frakklandi að þú ert með hérna svona eins konar riðbelti í norðurinnu þar sem að fólk hefur það ekkert sérlega gott. Nei, að þótt að sé bullandi hagvöxtur í París og í stærri borgum, að þá bara deyfði yfir okkar bæ og hefur verið hérna og það atvinnuleysi hérna og það ekki framtíð og börnin að fara til borgarna til þess að finna sér einhverja framtíð og hérna eitthvað deyfð og hvað gerir stjórnvöld? Þau horfi ekki á okkur, takk ekki svona eftir okkur. Þeir alltaf að tala eins og þú gerði, að við höfum það svo gott, eins og Bjarni ég ekki endilega að segja við höfum það gott. Þetta ekki líka hluta vandamálinu? Að staðan bara að gera ólík. Hvort þú býrði í fallandi byggð eða ert í blússandi að fara að undirbúa olíupíuleikann í París. Gunnar, það líka eitt sem hefur verið mjög mikið umtalað og það sem hefur verið kallað eyðimörk, svona lækna eyðimörk. Og öll þjónustan í rauninni fór úr sveitunum, þú veist, og þarf að fara í næsta borg til að fá þjónustu. Kallar þetta lækna eyðimörk? Já, það kallað le désert médical. Þið finnir þessa tilfinningu á Íslandi að þið farið það sem að fólk kvartar yfir mest í minni bæjum í Íslandi óttinn við það að heilbrigðisþjónusta sé að fara frá þeim. Akkurat. Og það, þú veist, þetta hefur áhrif og svo annar þáttur sem ég vildi bæta við því sem þú segir, ég algjörlega sammála þér í öllu sem þú veist að segja, en það má ekki gleyma að fjölmiðlaöflin hafa spilað ansi sterkt inn í þetta og Bolloré grúpan til dæmis, þú veist, ég meina þeir eru svo óforskammaðir að rétt 10 kvöldi sem á að hætta að tala kosningar í öllum fjölmiðlum sem mjög gott í rauninni. Ekki eins og tala kosningaþátttöku? Já, en þeir byrtu svona falsfrétt akkurat þá sem ríkisstjórn Atal var að svara. Svoleiðis að fólkið sem eins og gulvestingar sem og allir sem í raun finna að sig gengið svo sterkt inn á þeirra tilveru einfaldlega og allt sem í kringum líka baráttan eftirlaun og þess háttar. Í rauninni þetta fólk komið alveg út í horn og þú veist, og þar geta þau varla hlustað á annað en þeir sem syngja besta söngin. En Sérhard, ætti það ekki að vera sósíalistar? Hún að lýsa fólki sem eru fórnarlömb kapitalismans og alþjóðavæðingar og misskiptingar í samfélaginu, rúið framtíð. Akkur ná ekki sósíalistar eyrum þessa fólks? En ég ætla að koma núna með tilgátu. Ef ég segi að það sé ekki kynþáttahatur, ef það ekki efnahagsástand, Macron
tókst að læka atvinnuleysi í Frakklandi þegar við horfum á gamlar serjur franskar atvinnuleysi aðalmálið plága í dag var aldrei talað atvinnuleysi í kosningabaráttu þetta búið fólkið ætti að líða vel og frökkum líður mjög illa Akkurru? Ég sé það ekki bara út af þessum skoðanakönnunum að því að mótmælendur líður alltaf vel og kaþólíkum illa. Ja, það hvergi, lífið helvíti í Frakklandi, Ítalíu, Spáni og svona og þetta draumur í dós í Finnlandi, í Norður-Svíþjóð og á Íslandi. Að því það má ekki kvarta, sem sagt og mótmælendur í skólakonunum svara alltaf jákvætt og Íslandingarinn þá meira að við eru svolítið þjóðinni sinnaði. Nei, þetta ekki út af því en frakkar eru svartsinni þeir mjög óánægðir og af hverju og ég með tilgátu tvær. Ein að Frakkland á alþjóðavettvangi staða Frakkland hefur dvínað, Frakkland hefur lækkað í tign í Evrópu, í Afríku, á ýmsum sviði. Ekki í fótboltanum? Ekki í fótboltanum. Og það náttúrulega innflux penning þar. Ekki í íþróttum. Ég var að rifja upp daginn á tíma de Gaulle. De Gaulle var stóri maður sem gerði kraftaverk á öllum sviðum. Frakkar fengu eina medalju í Olympileikunum og það var einn og veru hesturinn sem fekk medalju. Núna fá fullt af medaljum og brillera í öllum íþróttum en þýðir það eitthvað ég man eftir bók eftir Romain Gary sem var sem sagt eftir 60 þú verður getulaus og þá byrjar þú að sýna hvað þú ert flottur í íþróttum Hvað ég hlakka til Svona Frakkland í dag það, en tilgáta nummer 2 ég kem með núna þetta tilvistarkreppa sem mjög djúp og þetta þannig að þegar Ludvig XIV á 17. öld lét byggja verksmiðju til þess að selja franskar vörur og sem sagt fá fjö út úr því les Gobelins og la manufacture de Sèvres og svona. Þetta var ríkisvaldið sem tók ákvörðun. Svona hefur verið Frakkland síðan. Misstýrt. Og það svo slæmt? Ég held það ekki. Það sem gerist núna, það frjálshyggja og frjálshyggja ráðandi í Bruxelles. Allt á að vera einkavætt. Og það má ekki stýra, það má ekki vera með svona áætlanir eins og Frakkland. Og allt stort sem hefur verið gert í Frakklandi þetta sem sagt ríki sem tekur ákvarðanir. Rallista, Airbus, þetta evropskt samt, elflugar í Frankrike og svo dæmi, kjarnorkuver, svo dæmi séu tekin. En núna það bannað. SB bannar allt á að vera enkavætt. Þannig að svona, það búið að banna svona nation building, að byggja við Frakkland, það bannað. Já, þetta það sem Kapitalistar allstaðar í heiminum, þeir bara vilja græða. Þetta þeirra markmið. En kapitalisti á Íslandi, hann að leita tækifæri, það mistekst, skiptir engu máli, snúa sér að öðru,
Í Fraklandi kapitalistar býða til að gerðu það. Ríkisvaldið byggði ramma fyrir það og styrkti og fjármagnaði og svona og þetta ekki hægt. Þannig að þessi tilfinning að Frakland ekki það sem það var. Ja? Frjálshyggja sem á ekki vel saman við Frakland hefur eigur sem sagt vannliðina. Ég geti, sem Íslendingur geti ég skilið seinna hlutan. Það var verið að loka þarna 3X skægin á Akranesi og þá var bæði bæjarstjórinn og formaður verkalýðsfélagsins að vonast til þess að kæmi einhver kapitalisti og kæmi með vinnu til þeirra og ég var að skrifa eitthvað svona býtu okkur stofna bara bæjarbúar ekki fyrirtæki. Ég meina við stofnum bæjarútgerðir hérna og ég meina Ísland var meira og minna rifið upp alveg svo þú ert að lýsa Fraklandi með fyrirtæki ríkisins, sveitafélaga, samvinnufélaga og annað slíkt. En fyrri hlutin þarna með að Frakland hafi einu sinni verið stórveldi. Það þekkjum við Íslendingar ekki. Þannig ég að velta fyrir mér ef ég bara rútubílstjóri í Suður Fraklandi og vinn við að keyra túrista. Hvaða máli skiptir það fyrir mig að Frakland hafi einhvern tímann átt nýlendur og verið stórveldi og franska hafi verið aðaltungumálið? Hvaða máli skiptir það fyrir mig? Já, jafnvægi í rauninni innanlands á öllu sem sagt að þú sér hluti að einhverju stærra. Sem þarf að vera, sem að var eins og stort en er núna minna. Já, einmitt. Þetta er líka að tala um þetta í Bretlandi, þetta sé eiginlega rosalegt mein í Bretlandi að þurfa að lifa við að vera miðlungs-Evrópuríki, eins og Frakland er, miðlungs-Evrópuríki. Þú veist, við fáum þetta í arf, sko. Eitthvað finnst það erfitt. Já, mér fannst það fjandi erfitt hérna þegar ég var í menntaskólanum að einmitt að hugsa um þetta, sko, þú veist að fara út frá þeirri mynd sem sagt að Frakland var bara innanlands, það fór ekkert út fyrir landamærin, en þú veist að Frakland var bara sjálfur sem njó. En svo Dóttir mín var í 7 ára bekk í Fraklandi. Hún kom heim og sagði sko, ég held ég að þurfti að læra sko nöfn á okkur 5 kóngum í dag bara. Já, nákvæmlega. Þú veist að þetta sittur þar eftir sko. Það er verið að segja söguna bara, stórveldi söguna. Já. En svo er þetta sem mér fyrst líka að koma í viðbót og kannski nær okkur og það er að gólismin hefur haft mjög sterk ítök sett í pólitíska lífinu og smám saman hafa sósíalistar sem maður þekkti sko í byrjun 20. aldarinnar þú veist, sem voru sterkir og sem gerðu Frakland að því sem það er í raun í innviðinu í dag og smám saman fóru þessir sósíalistar og endar með Holland forseta í að vera hægri sinnaðari heldur en miðjan. Svo lýsa Starmer er í Bretlandi og Tony Blair var. Þú veist, þá hverfur þessi möguleiki að finna einhvern sem talar fyrir þig þegar þú ert akkurat í skýtnum. Þú veist, þrátt fyrir hvað Frakland var stórt og stolt og allt þetta. Þrátt fyrir nýlendur. Já, eitt er að stjórnmálin sjáu hver staða fólks er. En svolítið annað sem að hér þetta er að segja er að við séum að byggja þetta upp saman. Að við séum að byggja saman upp Frakland, eða ekki? Þú ert að tala um það. Að það er eiginlega farið. Nú hefur við bara að bíða og svo koma þeir með Frakland, einhverjir ríkir kallar. Það er svolítið eins og þú segir, bara að vera að kalla á fyrirtæki, koma að bjarga Akranes. Það er svolítið það er kannski þar sem okkur sál að vera okkur bjargandi eru seldur til frjálshyggju, bara inn kemur Nestle og bjarga okkur. Þú veist, þetta er líka að maður horfir á þetta. Fyrirtækin, leið þau verða stærri í Fraklandi, ég er ekki að tala út fyrir það, en það er ekki lengur verið að hugsa um velferð starfsfólkins. Það er að hugsa um arðinn. Já.
þú veist, og hérna þú ert komið þangað, þá þetta glatað. Nei, eitt besti dæmi sem kemur bara sterk í hugunum mín þegar Amazon ætla að byggja sína fyrirtæki þar í New York og Alexandria Cortez bara ekki hér og hún hefði svo rétt fyrir sig vegna þess að nú hvað starfsmenn þessi fyrirtæki, þau eru berjast fyrir bara grunn réttindi sem verkamenn og ekkert að vera bara nútíma þrælar fyrir miljamæðingar. Þeir eru að berjast fyrir því að fá að fara á klósettið. Nákvæmlega. Og þetta svona, og þetta náttúrulega það. Þessi litla, við sjáum, ég veit ekki hversu það í Frakklandi en í Bandaríkjunum, það mjög mikið þessi litla bæri eins og við tölum Akranes og svoleiðis. Þeir eru berjast fyrir þeirra líf og tilveri og þá kemur Amazon eða hvað það inn og ætla að stofna fyrirtæki og ég meina hvað við að horfa á í Ölfussi hvað við að framselja fyrir þessi atvinnutekjur og uppbyggingu sem kemur að höndum öðrum og hver lendum við þá Fiskeldi á Vestfjörðum þar sem að kvótinn fer og svo kom einhverju normenn með fiskeldi í staðinn Bláa lónið og Þjórsárdal og víðar og þú veist það lokar fyrir fólki í frjálshyggjunni algjörlega þú veist og þetta í raun þetta vandamál sem heimsvandamál að sjá hvernig fyrirtækin hvort það sé Microsoft eða Epic eða hvað sem hvernig þau meðhandla starfsfólki þú veist þau eru ekki nýtt það eru ekki einu sinni í peð og brjóta niður samfélagi og þeim sem við kjósum til valda við skulum bara hafa þetta við byrjum að tala einmitt kostningar á Frakklandi og eitt sem sem utankomandi sem ég horfa á kannski þessi vinstri sveip þeir halda bara betur utan eins og þú sagði það sem misstyrt þar sem lög og reglur segja hvað við erum að verja og það eru einstaklingur í okkur samfélagi þeir hafa það réttindi sem vinnumenn sem borgarbúi sem ömmur og afar og sem námsmenn og það það sem pólitík og þeim sem við kjósa þeir ber ábyrgð gagnvart okkur en Nicole, er þetta ekki komið miklu lengra í Bandaríkjunum heldur en í Frakklandi þetta svona niðurbrot samfélagsins já, bara þetta svo margslungan og þetta einmitt þegar ég fæ skilabóð frá þeir í gær ég bara, já, hvernig á ég að tala þetta vegna þetta svo margslungan við höfum svo í Bandaríkjunum við höfum bara seldur þjóðarsál eftir og eftir og eftir ekki bara nýfjálsöki nú við horfum á öfgahæri trúariðgun og ég veit ekki ef þið veit þessi sem þið tala stefna 2025 sem 900 blaðsíður plagg sem hæri eins hæri og hægt þar sem þeir eru með stefnu og áætlun til þess að fara inn í bara allt sem varði hvernig Bandaríkjunum rekið, bara öll reglugerð, öll dómskerfi og allt til þess að stuðla að ákveðin ég veit ekki einu sinni hvar maður að byrja með þetta, bara að svipta réttindi frá hinn venjulega borgarbúar og færa það í raun og veru til valdhafa og valdhafa eru þeim sem á Amazon og SpaceX En það einn spurning þá, Nicole, að í raun valdið í samfélagi búið að færast frá yfirvöldum sem við kjósum yfir í einingar sem eru á eigin ferð og eigin plánetur þannig að það tengslinn við almenningin og gegnum yfirvöldin bara haft. Henni ríku fara með ríkisvaldið og það þjónar þeim. Og þeir eiga. Þetta alræði auðvaldsins. Já, einmitt án athugasemda eða það ekki hægt að grípa inn og mótmæla eða vera aktívisti. Því að fyrirtækin hafa mannréttindi og það mátt ekki það eru fyrirtæki sem hafa stemt þjóðríkjum yfir því að einkavæðing gekk ekki eftir. Já, einmitt. Bara þegar foreldrar mín eru ung þá þetta tími borgarréttur, civil rights movement og þarna koma úr rosalega mikið verkamanna, ég kem frá Michigan svo þetta allt átti heima þar
og núna, ég menna, General Motors, eitt stærsta bílaframleiðari, var að fagna þess að loksins að koma eftir með réttindi sem, bara eitt brot af réttindi sem þau áunni þegar foreldrar mín voru ung og faður mín, hann var kleift að vinna samhliða nám og starta sína fjölskyldan vegna réttindi sem hafði þá, en núna bara bróður minn sem vinnur fyrir afspróta fyrirtæki sem var General Motors, hann á valla sín rétti, hann að vinna 12 tíma vaktar og þetta bara klikk. Þannig að kjör og réttindi verkamanns í dag í Michigan eru miklu verri heldur en kjör foreldrana. Þetta í rauninni, þú veist að tala fólk sem fær ekki að fara á klósettið. Þetta nákvæmlega sama ástandið sem var í byrjun iðnaðar vænhæfðingar. Já, einmitt, ég var að segja það í dag. Árum, sko. Það var, vinkona mín var að tjá sig þessi stefnu 2025 og hún nefnið sérstaklega kvennaréttindi og sérstaklega fóstur kvenna heilbrigði, ég veit með að segja þetta er ekki bara fóstureyðingu, þetta kvenna heilbrigði, hvað það í húfi og það ekki bara það, við erum að horfa fram iðbylting í Brettlandi þegar börn voru að vinna í fyrirtækjum, við erum að tala svona að við förum þangað, ég meina þegar fá fyrirtæki, ég var að lesa daginn eitt stærsta tísku fyrirtæki sem á Ítalja hefur fært inn kínverska verksmiðja á Ítalju og samt að selja tískuvöru fyrir bara brjálaða en þau að framleiða þetta á Ítalja í staðan fyrir Kínu. Þetta að gerast í Bandaríkjunum og víða en í Bandaríkjunum þetta einmitt svo margslungen og það sem náttúrulega þegar ég geng inn, það fyrsta orð sem ég sé spilling og það það sem við erum að sjá í okkur pólitísk fulltrúa. Það þröskot, hún svo lág í Bandaríkjunum og það það sem og núna bara tölum það stærstu sem við þurfum að kjósa og ég bindi alla væntingu við það sem ég sá í Frakklandi að þetta viðsnúning á milli fyrst og annar og menn hrættir að segja bara nei, Biden má ekki fara fram þegar við kjósendur, við erum að segja nei. Við þurfum annað og við höfum öll efni. Ég meina, við höfum menn eins og Hakeem Jeffries, við höfum konar eins og Gretchen Whitmer og Elizabeth Warren og við eigum svo mikið efni í okkur demokrat. Við höfum það, en við erum hrætt við að taka það skrif og segja Biden, takk fyrir allt sem þú hefur gert, takk fyrir að setja okkur eftir og réttum braut. Og það sem ég óttist að fólk ekkert að fara út að kjósa og það viðsnúning sem Trump og menn eins og hann og menn sem sett hann upp, við skulum bara vera hreinskilin, þetta ekkert mann sem að stýra allt þessar breytingar, það milljón öfl bak við honum og alls konar aðgerðir sem að fara í dómstólum, við megum ekki gleyma hversu mikilvægt í Bandaríkjunum, þetta stór, það sem gerist í sveitifélag okkur, hefur áhrif á dómstólum og þessi breytingar upp á fylgilevel og svo hærri, ég menna, Roe v. Wade var fært niður til fylgjum. Og það mun keyra ef hann kemur eftir alveg upp til en allavega þið sjáu þetta spillingur hún bak við okkur pólitísku fulltrúar en við sem kjósa þurfum að standa upp núna og segja nei. Ég vona að ykkar vegna Bandaríkjamenn að það sé einhver í Bandaríkjunum sem betri kostur heldur en Biden. Ég held að það væri illa komið fyrir ykkur ef þetta væri það allra besta sem að Gunnarsmaður, við þurfum að vera hreinskilin og nú sjáu þið, það bara ótísleg það snýst ekkert bara Bandaríkjunum þetta Bandaríkjunum þrátt fyrir að við gerum allt svona með þetta það ennþá stórveld og það ákveðnir sem tekin þar og hlutunum sem gerist þar sem hefur áhrif á heiminum og við sjáum það og þetta við þurfum að fylgja Frakkar við þurfum að gera það november þarf að vera óvæg Takk eftir, ég gamall en ég hef ekki sofið hingað til Nei í þessi sóldámstætt Já, þú nær því Þú getur alveg lett Viktoría, ég var svona að tala við þau megin svolítið að Já, ég var að hlusta ég var nefnilega, ég ætlaði að spyrja þig því að sumuleyti þau að lýsa þróun samfélagi í átt að svona ólíkarkisma þar sem að þeir sem eiga peningin og þeir sem eiga bara allra mesta peningin samfélagum er stjórnað út frá þeirra hagsmunum
og oligarkismi náttúrulega eitthvað sem maður hugsaður til Rússlands. Finnst þér sko lýsingin sem að þau eru með að þetta eigi eitthvað skylt við þróunina í svona hvernig Putin komst til valda og hvernig hann notaði völdin upphafi? Já, nei. Það er bæti þar sem Putin komst til valda fyrst og fremst vegna þess að hann samdi við oligarkana á sínum tíma. En hann frekar klár maður þar sem þegar hann komst til valda þá sneri hann við og margir oligarkar bara lendu í þeirri stöðu að þeir þurftu annarkvort að flytja eða allt í einu voru kærðir fyrir alls konar glæpi og ríkið svo náði bara að taka yfir fyrirtæki þeirra. Við sáum þetta með Júgosmálið, og Hodorkovski og það voru náttúrulega fleiri. En á sama tíma þar sem hann samdi við oligarkana þá fattaði hann að það frekar hagkvæmt að vera með svona hvatakerfi sem getur náð frekar góðum árangri. Og ef við skoðum valdakerfið eða valdapíramíðu, af hverju Putin ennþá svo sterkur allt í einu, af hverju mótstaða eða mótspyrna ekki eins hæf að ná slíkum völdum, af því að hann náði að koma með fólkið í gegnum þetta hvatakerfi sem verður trúr honum, verður hollur. Þetta maður, þetta fólki verður holdt og verður alltaf nálægt honum þrátt fyrir allt, en á sama tíma trúi ég ekki að Bandaríkin myndi lenda í svipaðri stöðu þar sem nýfrjálshyggja og þjóðernishyggja allt öðruvísi en í Rússlandi, því í Rússlandi þetta alltaf við erum sérstakt, einstakt ríki sem mun fara sína ein leið þrátt fyrir allt, þrátt fyrir einangrun sem við getum alveg bara byggt okkar ein paradís þannig séð. En Bandaríkin, þetta eins og þetta hefur alltaf verið sagt, þetta melting pot. Það svo margir, það svo mismunandi fólk, það ekki svona einsleitt. Ekki þjóðríki. Já, en í Bandaríkjunum þá þegar forfeður, eins og sagt það áttu að vera checks and balances. Það áttu að vera, en nú sjáu þið bara seinasta dóm sem fært frá Hæstaréttur. Við vorum að færa meira vald til forsetans. Einn af okkur check og balance var fært og það ýmis önnur kvæði og dóm sem fært þarna sem hefur tekið af okkur eða fært borgarlega réttindi yfir til hins valdmikið og svona það gert, smátt og smátt. En Rússland hefur verið forseta ríki. Þessi dómur náttúrulega mjög alvarlegur, það sem sagt að forsetinn hann þarf ekki að fara eftir lögum. Það bara, við erum komin í konungsríki aftur. Það það. Eða Rússland. Og hann má ekki vera kærður eftir á. Það svona, ég horfði á Donald Trump stend og segja við þjóðin, I hope he does the right thing. Að tala varaforseti að fara inn og staldra gilding, kosningar okkar. Og þetta núna, þetta í húfi, að við sáum það gerast og Hæstaréttur segja, nei, kannski skiptir þetta ekki máli, það hann má gera það. Og þetta, svona missum við vald. Það skiptir ekki máli, við mætum og kjósum demokrati þegar hann fer þar og getur farið inn og brýtt sína lög og gera hlutunum og alveg eins og hvað númer var það á Frakklandi, hann getur gera sína executive orders. Það tók bara 4 ár fyrir okkur að missa ýmis réttindi. Við erum að tala önnur 4 ár þar sem hann hefur haft og hans fólk hefur meiri tími að þetta kannski gerist ekkert á sama hátt
og með sama, við eigum með okkur oligarks, Elon Musk og Jeff Bezos svolítið oligark. Hvað að færa þeim? Við höfum nú þegar fært ákveðin verkamannaréttindi til þeirra. Það var að koma út stór í New York Times þar sem SpaceX Texas ríki hefur í raun og vera bara fært SpaceX frjáls spíl við náttúra í kringum þar sem hann að skýta upp. Þetta er bara svona hægt og róleg og við erum að sofa á vörð vegna þess að Já, þetta er rétt byrjað, þetta hefur verið í gangi í Rússlandi í mörg ár. Þannig að þetta verður en verra kannski. Þar sem Rússland frá því að Sovétríkin hrundu hefur verið forseta lýðveldi, þannig séð að forseta ríki og forsetin fór með valdið og fekk enn meira valdið. Til dæmis 2012 var lögum breytt og forseta tímabil breyttist úr 4 árum í 6 fyrst og fremst. Og svo árið 2020 það voru ákveðnar umbætur gerðar við stjórnarskrá sem bókstaflega segja forsetin getur verið kjörinn ekki bara tvisvar heldur eins mörgum sinnum og hægt þangað til hann deyr og svo framvegis. Og það er annað sem við vorum að tala svolítið TikTok og fjölmiðlana og samfélagsmiðlana og hlutverk þeirra í þessu spili. Og það sem var gert til dæmis 2020 og jafnvel aðeins fyrr þá hafði ríkisstjórnin í Rússlandi samband við bloggara sem voru vinsælir á þeim tíma og þessir bloggarar voru að miðla upplýsingum þessar umbætur en samkvæmt þeirri stefnun sem var frekar góð fyrir ríki sem sagt já það er gott sem sagt við verðum með sterkan forseta og blæði blæði blæði. Og sama gerðist núna í mars, februar 2024, rétt fyrir forsetakosningar. Og þrátt fyrir allt, þrátt fyrir mótstöðu, mótspyrnu, mótmæli, þá sjáum við Putin enn og aftur sem forseta Rússlands og það bara veit maður ekki hvað væri hægt að gera. Þar sem öll tól sem bara, og tæki eru í höndum þessa oligarka eða fólks sem kom til valda í gegnum hvatakerfið sem var stofnað bara löngu síðan og vill helst ekki sleppa þessu valdi. Í Rússlandi þá var náttúrulega ekki þroskað lýðræðisríki og ekki mikið svona check and balances og dómskerfið hafði verið pólitískt áður og þar fram til göttunum. Þannig að Rússland eiginlega fellur eiginlega undir Putin. Þú talar svolítið eins og þú óttist að Bandaríkin geti gert það sama. Nú Hæstiréttur byrjar að þjóna. Og það ákveðin Þannig að þessi hugmynd sem þú kannast við það já, en það við fyrra tímabili Trump að Bandaríkin er svo sterk að hann kemst nú ekki upp með neitt sko. Já, þú er byrjað að efast það. Ég viðurkenni það að þegar 2016 nú átti ég stærsta syndu heimsins í Kausaki og ég kaus ekki vegna þess að ég var ekki sátt við það því að ég fann einu sinni en hér ég með 2 kostur og ég ekki endilega sátt við þeim og ég var að kjósa í fylgir sem blá. Þú spyrðu Sérhat sem alltaf að kjósa ég hef ekki mist síðan mér alveg samlega þetta var í borga eða ég kjósa allt og hvert ég alltaf kjósa en því að ég var að fara að kjósa þar sem ég óttist ekki neitt hvað var það mínu frelsi. Ég var að kjósa í Massachusetts Senator Warren bara flottasta Governor Healy ég er upprunalega frá Michigan sem sveiflur og maður sér alls konar en ég var svona, nei, ég bara ósátt við þetta mitt atkvæði á þess ár fyrir því að ég er ekkert að kjósa, ég verð einu þessu sem er ósátt og daginn þegar hann er kosið, það var svo skrítin vegna þess að þá var ég svo heppin og að ég var kosin, ég var kjörin inn á þingi hér á Íslandi og þá voru hversu mörg flokka fara og ég var að ganga inn í þinghús og mér leið eins og eitthvað dó, eins og frænka mín heima dó, ég var bara, guð minn góður, ég er að taka þátt í lýðræði sem skiptir mér svo rosalega mikið mál og ég sé að það er eitthvað að gerast
og það hefur hægt og bítandi og nú ég fylgist með allt og öllu og þessi 2025, þessi stefna, einn sem undir þar málfrelsi og ég sit og ég heyra það var eitt sem Putin gerði. Það eitt sem Orbán gerði. Það var eitt sem var gert á Tyrklandi. En það myndi gera hérna. Við myndum ekki hafa Gunnarsmári hérna til þess að minna okkur á ákveðin hlutum. Þeir ráðast á því. Það var það sem Bretland gerði með Julian Assange. Það það sem gert í Þýskalandi, það sem ég bara mætti ekki tala til stuðnings Palestínu. Já, það voru bannað mótmæli í Vestur-Evrópu. Þetta verstu hlutum. Þannig að þetta er ekki bara Orbán og Trump sem að gera þetta. Nei, þetta ekki að víða. Fólki sem kannski ef í þessum valkosti á milli Trump og einhvers annars þetta eitthvað annað líka skerða málfrelsi. Þetta ótti við fyrir yfirvöldin sko. Við sáum þið háskólan í Bandaríkjunum þar sem eru bara rektorar nákvæmlega að styðja Palestínu. Það nákvæmlega það. Og það undir Biden. Þetta var undir ákveðin þetta frelsi sem við höfum svo víða, hvernig við getum beitt þetta þar sem við þurfum eða viljum og þarna með háskólum það nákvæmlega það. Það voru líka litla háskóla sem voru með þeirra og það heyrist ekkert í þeim. En það var gert viljandi. Það var gert, það vildi sína bara við getum takið vald þar sem við viljum og við ætlum. Og svo líka þetta sem, ég veit ekki hvernig þið upplifið þetta, en ég upplifið þetta, ég svona manneskja sem, ég sveifla mjög mikið í miðjunni. Hjartið mitt mjög vinstri sinnið. Og ég standa þar, en ákveðin hlutunum hvað varður ábyrg gagnvart samfélag og ég sem einstaklingur sveifla svolítið til hægri. Ég mjög mikið þar og ég vil velja fólk eftir þeirra kostur, hvort þetta pólitík og annað, en svona aðgerðum eins og þú nefnir sérstaklega í háskóla þar sem veru beita málfrelsi, þá þvingið til að vera annarkvort eða. En það sem gerist í Bandaríkjunum, við sjáum það. Við annarkvort eða. Ég þarf að kjósa maður sem á ekkert að vera lengur leiðtoga. Hann hefur gert sitt og hann hefur gefið okkur mikið, en hann á ekkert að vera okkur leiðtoga. Eða drekka djöflasýra og lifa önnu 4 ár með á njánum í katólsku kirkju og sunnudaginn, please don't let this happen. Að þetta okkur valkostur vegna þess að við þvingið annarkvort eða þegar svörin hérna á miðjunni og þeir gera þetta í háskólanum. Þú stendur með Ísrael og það sem gerist í Gaza eða ekki. En að þið erum að tala svona styrk lýðræðiskerfisins til þess að standast ef það kemur ykkur til valda í lög og réttur í Póllandi og fer að fikta í dómskerfinu og svo í háskólanum, Erdogan í Tyrklandi eða Moody í Indlandi eða ef það kæmi ef að þjóðfylkingin myndi ná völdum í Frakklandi, eitthvað í Frakklandi sem myndi koma í veg fyrir að þau myndu það voru yfirlýsingar að hafa eiginlega svona apartheidstefnu þar sem að þú værir alvöru frakki og svo auka frakki. Það voru alls konar hugmyndir sem eru bara hjá löpinistum. En það mun aldrei gerast. Aldrei gerast í Frakklandi. Og sem sagt allir vinstri flokkar saman. Við höfum séð það í Frakklandi með mismunandi árangri á tíma Mitterrand og Hollande. Þannig að kosningarna núna í gær, þið finnst að vera sönnu þess að þetta mun ekki geta gerst í Frakklandi. Sko það að Frakkland sé nógu sterkt til þess að standast þetta. Það svo sterkt, það sterk hefð í Frakklandi fyrir einmitt sem við höfum fengið í arfi frá sosialistunum í byrjun. La déclaration des droits de l'homme. Já, meðal annars, þetta það verður vonandi alltaf í Ég veit að þeir eru rosa ánægð með Frakklanduna. Það er að spyrja. 2002, þá hefðu við sagt þetta saman. Þarna sýndi Frakkland hvað það megnugt, að það vill þetta ekki. Í fyrri umferðinni þá fékkst þú sjokk og þú fékkst sjokk. Byrju, þetta ekki þannig? Gæti Frakkland fallið? Hugsuðu það ekki? Það getur auðvitað alltaf verið. En samt sem áður, það þessi gríðarlega sterk tilhneiging í Frakklandi lýðveldi. Þetta eitthvað sem var unnið í gegnum byltingu 1789. Þetta eitthvað sem hefur þróast svona smám saman og það hefur í hvert skipti fest sig í samfélaginu. Svo þetta ekki eitthvað sem þú sópar
í burtu með einhverja ræðu að við erum bestir, við erum ekki rassistar, við erum ekki fasistar. Þú þarft að sanna það. Og til dæmis, það var, hún gerði það, hún er búin að gera þetta í 10 ár, minnstakosti, að sýna fram á það, en svo kemur alltaf einhver, jafnvel Bardella sjálfur, þú veist, og kemur með á síni stefnu að gera hitt og þetta sem er ólöglegt. Og hann hefur ekki einu sinni áttað sig á þessu. Svoleiðis að mót í vægi við þetta er líka í höndum annarra. Þú veist, það er í höndum, það voru allir fjölmiðlar sem voru ekki bólóri, til dæmis eins og Le Monde og fleiri, komu alveg systematist með pikka upp og sagði það mun aldrei geta gert þetta. Svoleiðis að þetta mótvægi er í raun, finnst mér, okkar trygging fyrir áframhaldandi lýðræði. Þú veist, og þá var þetta spurning líka hvort að Marine Le Pen ekki komið svo langt inn í að vera svona vinnur fólksins og allt saman, að hún verði ekki að virða. Já, en leiðin er líklega þessi að við ætlum bara að vera þarna og við ætlum bara að sýna að við erum bara húsum hæf, við erum kurteis og veldi fara og endanum vegna þess að hinn stjórnmálin eru ekki að leysa vandamálin, að þá munu Frakkar segja, er ekki bara komið tími til þess að gefa þeim séns. Það er það sem gerist. Það er það sem gerist Þetta er það sem núna. gerist í Bandaríkjunum og það sem er svo slæmt, ég var að hugsa þegar þú varst að tala, ég var að hugsa málamiðlun og við færum okkur eftir heim til Íslands. Það þurfti enginn að miðla mál með Putin, hann miðlaði með þeim sem hann vildi miðla með. Í Bandaríkjunum, eins og ég var að tala þingið okkar, hún er bara ófungerandi og þegar þau þarf að miðla með hærri menn þar sem eiga eins eða tveins manna meira hluti, þá semja af okkur eitthvað og vonast eftir næsta við náum eitthvað meira inn eða við vonum að forsetinn kemur og bara vító eða hafnar og svona. Ég vil tala Vinstri græn og málamiðlun til þess að halda sínu vald. Hvernig munu Frakkar, hvað er ykkur trú? Nú, ég bara hugsa með þann, ég veit ekki, Gunnar, kannski ég er að stela einn frá þér. Hvernig munu þið halda áfram að málamiðla? Vegna þess að þetta málamiðlan, ef hún gengur ekki, við sjáum, miðflokknum er að ná, herra, á kostu hverju. Ég get ekki sagt með þetta Vinstri grænt. Sjálfstæðisflokk voru ekkert mikið en þá getur þú sagt með við Frakkland það skiptir einhver máli 30% kjósi miðflokkin og sjálfstæðisflokkin það kostur 70% vill þetta ekki vegna þess að 30% þau, ég átti góð vinkona í pólitík hún segir að hún hendi verkfæri í vélinn og bara krumpan upp og þá kemur málamiðlun en einhvern veginn þetta ósæti Nikol, ég held að hættan er svo að segjum þetta sé 30% sem að vilja bara eru alveg til í að fara frá svona lýðræðinu yfir í eitthvað annað því að þetta virkar ekki á okkur. Ein leiðin er svo að hvað árið hefur þetta á hinn 70% af flokkum. Það er danska leiðin. Að við verðum að taka tilliti til þessa og þau breyti sér. Sem að við sáum til þess að samfylkingi var að taka upp svona, taka undir innflytjendastefnu miðflokksins og svona. Þetta er hættan. Voninu núna í gær er svo að ef að 70% segja bara nei takk, að þá lokast þessi 30% bara inni og við getum að fara að stjórna Frakklandi eins og við viljum hafa það. En það er ekki víst að það gerist, sko. Nei, en þú veist, það er samt, það er eitt í þessu og sem persónulega finnst mér vera vonar glæta. Það er að vinstri flokkarnir hafa náð saman og ekki bara einu sinni, heldur tvisvar. Og í fyrra skipti þá Mélenchon kemur fram alveg með brask og brall og allt, þú veist, og sem populisti í rauninni á vinstri væng og hræðir þar með marga kjósendur en sósíalisti flokkurinn og allir sem eru í þessu bandalagi smám saman eru að byggja sig upp aftur og þar sé ég líka von að einmitt að það sé alvöru vinstri
og það sé alvöru sosialistar og það Og byrju, þá Mélenchon ekki alvöru vinstri og ekki alvöru sosialisti? Sko, ég vil ekki dæma það, að því að hann hefur spilað sínu hlutverki. Hann ekki lýðræðislegur. Já, en það ekki samt þannig að hans flokkur hefur náð kannski meiri árangri, við getum kallað lágstéttarfylgi eða fólk með láglaunum sem að sósíalistarnir ná ekki lengur til vegna þess að þeir eru bara eins og sagt demókratana í Bandaríkjunum, þetta stéttaflokkur, þetta flokkur talandi stétta. Í Gaza-málinu hans flokkur einasti flokkur sem var með reisn. Einasti. Já. En það margir frakkar sem segja kjósum lepenista, við höfum ekki reynt það. Já. Og þá vinkona mín sem segi, jú, við höfum gert það á stríðsárunum, þegar Frakkland var hernumið. Þá höfum við prófað það. Já, en þú veist að með... Má ég spyrja einu að því að þú nefnir stríðsárunum? Að þjóðfylkingin sterkust í suðrinu sem að tilheyrði Vichy-svæðinu. Og norðri. Er það eitthvað tenging á milli þar eða? Er eitthvað hluti af því sem að tilheyrði Vichy-svæðinu sem að lítur á það hafi verið bara ágætis tími? Ég er með tilgátu sem alveg foranleg og ekki endurtaka það. Þú ert í byrni. Í Suður-Frakklandi allir eru af ítölskum, spænskum uppruna, pienoir, fröken frá Alsir, svona. Og leið og vorast þeir verða kolbrúnir eins og arabar. Og þeir spurðir, ertu arabi? Og svona. Þess vegna hata þeir arabar. Núna ég fikk sjokk að ég elskar Martinique og Guadeloupe sem eru í Karibahavið og sem við höfum verið átt að sínum í frí. Og það margir sem kusu Front National þar. Út af því að í Frakklandi þessir íbúar sem hafa verið frakkar í ég veit ekki hvað margar aldir þeir eru alltaf flokkaðir sem Afrikumenn og þeim finnst það óþægilegt. Sama í Bandaríkjunum, latínsk kjósendur, þau styðja í meirihluti Trump og það farið að vilja aðgreina sig frá. Já, það er það, þetta er og við sjáum þetta hér á Íslandi í vinnu sem ég vinn með innflytjum og svoleiðis, þetta er ekki við og því, þetta er bara við erum öll einstaklingar með okkur viðhorf og pólitík og okkar afstöðu, það er ekkit endilega tengt því að vera minnihluti í samfélag eins og er skilgreint út frá pólitísk skilgreining, það er okkar afstöðu til okkur tilvera. Og rasismi og svona kúun er náttúrulega inngróin í þessi samfélag og ég býst við þetta sér sama á Ítalíu þar sem að suður Ítalarnir þurfa að rífa sig frá innflytjendunum vegna þess að þeir eru vanir að lifa undir fordómum norður Ítalana. Einmitt. Já, en veistu það, móður fjölskyldan mín, mamma er fædd í Alsír, hún er svartfællingur og öll fjölskyldan fluttist til Suður-Frakklands, þess að loftslagið var mjög svipað og þau eru öll, þetta er orðið stór fjölskylda og þau kjósa öll Front National, þjóðfylkingin og það er einfallega eitthvað sem þau hafa tekið með sér, þú veist, skipt samfélag, ég er alveg á sama máli og þú þú veist, þú er dökkur, þá ert þú bara þú veist, bara niðri og það sé fólk sem var flutt inn til Frakklands vegna þess að iðnaðurinn þurfti á þeim að halda. En sem við erum að tala eru átök sem í stjórnmálunum eiginlega allstaðar þó þessu hafi öll svona leið og við skoðum eitthvað svæði þá það margt sérstakt sem þar þannig það ekki alveg hægt að flytja það á milli. Það samt svona það eitthvað tengsl á milli þess. Var ekki partur af það sem fór með, ég hef alltaf skilt þetta þannig, kannski er ég villaus, en er ekki partur af því að hann ná svo mikið vinsæl var þessi, eins og Gunnar Smári þú snert á, að þessi breytingar á Rússlandi, þegar Rússland er ekki lengur Sovétríkja, að það voru mörg sem misti ákveðin öryggi og kjör, þau vildi fara
eftir til og hann höfði mikið til fólk sem vildi fara eftir í svona sósíalisti eða ekki kommunisti, þeim upplifiði lífskjör versnaði. Ég man í vestræna miðlum, það var mjög mikið tala það að ákveðin kynslóð fannst það væri öruggari í höndum ríkis. Og þess vegna keiptu þeir. Sama og við sjáum bara í Austur-Þýskalandi að það var náttúrulega fólk sem var algjörlega svikið af innleiðingu nýfrjálshyggjunnar og samfélagið í Austur-Þýskalandi var bara rænt. Og það náttúrulega rússnesku samfélagi var bara rænt öllum verðmætunum sem fólki átti saman. Já, þess að fólki misti frekar mikið en á sama tíma þá myndi ég ekki segja að fólki bara keipti þessa hugmynd að Putin sé, afkomandi, kommunistaflokksins og svo framvegis. Nei, hann var frekar ungur. Hann var með óskaplega mikið sjálfstraust, og hann var alltaf við þessari bara stellingu að hann sé mjög sterkur, ákveðinn, öruggur maður sem myndi færa Rússland í einhvers konar, bjarta framtíð. Ég man þetta mjög vel því ég var 8 ára, þetta var mars 2000 og við fórum á kjörstað og það var mikil veisla í gangi og allir voru svo bjartsýnir, foreldrar mínir sem voru mjög ungir þegar Sovétríkin hrundu, sem voru bara rétt yfir 20, en samt bara söknuðu Sovétríkina svo mikið, söknuðu þessa öryggis. Til dæmis mamma mín, hún var alltaf að segja því hún var í fæðingarorlofi, gat ekki fengið vinnu en var mjög vel menntuð og pappi bara sama sagan bókstaflega með 2 gráður þurfti að flytja vörur frá Mongóliu og Kazakstan í mörg ár, en þegar Putin var kjörinn þá komu breytingar, mjög jákvæðar. Ég myndi segja að hagurinn okkar fjölskyldu 10-faldaðist á þessum tíma. Ég fekk tækifæri að fara í mjög góðan UNESCO skóla. Ég fór til útlanda þegar ég var unglingur og ég er frá Suður-Síberíu sem er frekar fátækt svæði og ég bjó í fátækasta héraði Rússlands, bókstaflega, en samt, mér var gefið þetta tækifæri. En allt í einu byrjaði þetta smám saman að breytast, þá myndi ég segja að þetta byrjaði árið tæplega svona 2006 þegar Rússland var að íhuga að fara í NATO og við vorum jafnvel með fulltrúa í Brussel, sem var nefnilega að reyna að semja aðild Rússlands að NATO jafnvel, og það var líka talað aðild Rússlands í kannski Evrópusambandinu og fleiri samtökunum og svo framvegis, en allt í einu var okkur hafnað og þetta breytist talsvert, bara svona. Og svo vorum við allt í einu alltaf að tala leið Rússland sem er mjög spes, sem er öðruvísi og þessi íhaldssemi kom aftur og ég held að þar byrjaði eitthvað sem myndi líkjast stefnu kommunistaflokksins, og þetta höfðaði á þeim tíma til fólk sem man frekar vel hvernig. En var þetta ekki svona sterkt yfirvöld og gat alveg verið keisarinn og ég meina Putin tekur inn tengsl við kirkjuna og sem var ekki á tímum kommunismans? Já, og menntamála og menningar ráðherra á þeim tíma spilaði líka mjög stórt hlutverk að færa þessar hugmyndir og af hverju var ekki hægt að finna aðra leið þar sem jafnvel á 10. áratugnum rétt eftir hrun Sovétríkjanna var okkur sagt að allir mótmælendur séu trúðar, vitleysingar sem eru bara að segja einhvers konar bull sem stenst ekki kröfur tímans og svo framvegis
og þegar fólki byrjaði að mótmæla í stórum krafti aðeins síðar, kannski 2012 eða eftir innlimun Krímska 2014, þá festist þessi hugmynd, allir mótmælendur, sem sagði öll andspyrna, mótstaða, þetta eru trúðar sem vita ekki neitt. Og ég held að það mjög erfitt einhver veginn að sleppa þessari hugmynd núna. Það mjög sterk mótspyrna að myndast í Austur-Evrópu, þar sem margir Rússar flúðu eftir innrás, en á sama tíma þrátt fyrir einangrun, það má ekki segja að fólk býr ekki góðu lífi í Rússlandi. Jú, það einangráð, en ríkið gerir frekar mikið. Ég talaði við ættingja bara nýlega og eins og ég sagði að við búum í frekar fátæku héraði í Rússlandi, þar sem var ekki neitt eftir hrun Sovétríkjanna, því flestar verksmiðjur og iðnaðarfyrirtæki voru lokuð, af því að við tölum áætlana búskap og til dæmis þetta hérað þar sem ég ólst upp ekki með neitt hráefni. Þannig að það má ekki framleiða neitt, en í Sovétríkjunum var hægt að flytja efnið og við fengum efnið frá Litháen, frá Hvíta-Rússlandi, en þegar Sovétríkjan hrundu þá mistum við af þessum tengingum, af þessu hráefni, en núna þá segja ættingja, já, það byggt hér frekar mikið, sem við fáum kannski lestarstöðvar sem var alveg óhugsandi þegar ég var lítil, og ríkið að fjármagna alls konar, sem innleiðingu gas á þetta svæði, ríkið að styðja við ungt fólks, því unga fólki kannski helsti hópurinn sem að flýja landið þar sem það sér ekki neitt fyrir sér í framtíðinni, en ríkið gerir allt sitt besta til að styðja við unga fólkið, að fjármagna menntun, gefa alls konar styrki. Ef við tölum ungar fjölskyldur, það alls konar í boði, frekar hagkvæmt íbúðarlán, svo ef fjölskyldan með barn og til dæmis mamma undir 25 ára, þá fær fjölskyldan 200.000 rúblur fyrir fyrsta barnið og tvöfalt meira fyrir annað og svo framvegis. Þannig að ríkið gerir frekar mikið til að gera sig frekar aðlaðandi og að minnstakosti líta út fyrir að vera lýðræðislegt velferðarríki og svo framvegis. Þetta til dæmis minnir mann á það að svipar hugmyndir eru hjá þjóðfylkingunni og Meloni og Ítalíu, vegna þess að út á móti innflytjendum og þá þarftu náttúrulega að koma með einhverja lausn á því hvað þarf að gera þau minnkandi fæðingatíðni og þá koma svona hugmyndir og það það sem svo kostulega kannski við Úkraínustríðið af sama hátt og Evrópa í stríði við Rússland, að þá eru þeir flokkar sem eru hugmyndarlega skildastir Pútín að vinna sigra í Hollandi og Ítalíu og Frakklandi og Ungverjarnir náttúrulega konum með forsæti í Evrópusambandinu núna. Það verður skrautlegt. Herðu, þið komið frá löndum þar sem uggvænlegt pólitískt ástand. Má ég spyrja ykkur hvernig líst ykkur á íslenska pólitík? Þetta bara eins og kosning í eitthvað í hússtjórnina í einhverju blokk í samanburði? Nei, hvernig líst ykkur á íslenska? Haldið þið að þessi átök sem við erum verið að tala sem í ykkar löndum, að þau endurspeglast þau einhvern veginn til Íslands? Nei, ég var að kjósa í fyrsta skipti sem íslendingur ríkisborgari og ég var ótrúlega glöð að mæta á kjörstað og ég vissi að mitt atkvæði skiptir máli. Þetta verður ekki falsað. Það verður talið. Já, þetta verður talið með og sem sagt þessu verður ekki stólið örugglega. Þannig að
þetta var frekar ánægjulegt tilfinning, en á sama tíma þá þrátt fyrir 12 kandidata sem voru á seðlinum, þá var þetta sem sagt, viljum við kjósa Katrínu Jak eða ekki. Það kom bara bókstaflega að því og ég held að þessi viðsnúningur birtist út af þessu. Það sem kom í ljós að Katrín var með kannski fjölda atkvæða samkvæmt öllum könnunum og svo framvegis, og það fattaði fólki en miðað við hennar sem sagt tímabil sem forsætisráðherra, þá hún kannski ekki besti kosturinn miðað við allt sem hún hefur gert þangað til. Já, en mér finnst að hefðin skiptir mjög miklu máli hér, til dæmis ef þetta tíðkaðist í fjölskyldunni að allir séu sjálfstæðismenn, þá kjósa allir einhvern frá þessum flokk, eða ef maður hefur verið í tengslum, þekkir einhvern, þá þetta pottrétt að hann myndi kjósa þessa mannsku. Hefur Ísland verið svona klön, svona træp? Já, því miður þetta þannig. Og sem, nýr Íslendingur, mig skipti máli hvort einhver kandidat myndi taka tillit til okkar. Og það kom mér mjög á óvart að flestir voru ekki með neitt á stefnuskráni sinni. Nema Halla Tómasdóttir, hún gerði þetta frekar sniðugt þar sem hún í tengslum við innflytjanda og hún bað vinkonu sinni að koma og líka bjóða fólki af erlendum uppruna, sem sagt bjóða Íslendingum af erlendum uppruna að koma saman og bara ræða þau mál sem skipta okkur máli. Sem sagt, hún Halla Tómasdóttir, hún var ekki að tala mikið á þessum fundi, hún var að hlusta og hún sagði sem forseti þá get ég náttúrulega ekki leyst öll þessi mál, en ég get miðlað þessum gildum sem skipta ykkur máli, sem sagt ég get tjáð mig þessi mál, þannig að ég myndi reyna að minnsta kosti að gera mig besta að koma þessu á framfæri, og þetta fannst mér frekar sannfærandi og gerði mig glaða. En síðan tók ég eftir því að það voru nokkri kandidatar að skipuleggja fundi á ensku til að tala við mögulega kjósendur sína, en þetta var gert sem einhvers konar afterthought, þannig séð. En hún Halla T, hún var bara svo einasta sem gerði þetta á mjög skipulagðan hátt, og hún fekk atkvæði mitt, til dæmis út af þessu, út af því að hún bara ákvað að minnsta kosti að koma þessu á framfæri og bara tala við okkur. Ég tók eftir þessu að ég kom mér svolítið óvart hvað umræðum innflytjendur var og lítið í kosningabaráttunni, því að þetta náttúrulega eitt af stóru mannréttindamálum okkar tíma. Það eru bara mannréttindi innflytjenda. Þetta ekki bara mannréttindi, bara hér á Íslandi þetta efnahagsmál. Við skulum bara vera alveg hreinskilin. Ég er búin að vera síðastliðin ári í Vík og þar góðærið og uppbygging samfélagsbyggð á herðum innflytjendum. Ég að tala með mannréttindi eins og að ég bara byrja þetta saman við bara kvennabaráttuna eða baráttu samkynhneigðra, það er baráttu innflytjenda til þess að sé mætt af virðingu og njóti sömu réttinda og aðrir. Ég myndi að þetta veri bara eitthvað svona bara Þetta verður stefnumál. Þetta ætti að vera bara okkar verkefni. Þetta ætti að vera stefnumál, bara hvernig ætlum við að fanga þetta kraftur sem eru koma, hvernig vegna Íslandi bara fæðingutíð,
Þetta okkur að þakka. Ég meina bara, þetta bara, og svo þetta, við erum komin til að vera. Næstu, þú veist, önnur kynslóð, viljum við gera betur við sérstaklega þessa litla land með önnur kynslóð en til dæmis í mínu heimaland. Þar sem það bara kannski 3. eða 4. kynslóð sem fyrst að ná háskólamenntun. Viljum við ekki að það tækifæri sem forseti og þingið og annað hvað varðar kosningar. Það eitt sem rosalega gott með Íslandi og það það að við höfum alla rófi. Við höfum svo mikið til að velja úr og mér finnst það verandi Bandaríkjunum en mér finnst þetta svo æðisleg og mér finnst þetta svo æðisleg að taka þátt í því og að taka þátt í pólitísk umræðu með fólk á alla skalli og það sem ég hef lært og þroskað vegna það að það hér geggjað en hins vegar fara eftir þessa málamiðlan hvað við náum kannski ekki nægilega fram og ég mjög mikið samúð með kjósendur Vinstri græn sem fór inn með ákveðin hugsjón og hafði trú á þeirra málastefna en sá, ég finnst núna þeir farið sama leið mitt en þetta ég myndi vilja sjá að þegar við fáum í kjósa næsta alþingis að það við erum ekki bara kjósa eitthvað stefna, það alvöru umræður og það alvöru bara rótgróin hvað Ísland og hvað getur verið og það hlusta á ungfólk, það hlusta á eldri og... Nikol, stundum erum við með kosningar og maður þótt að ég eiginlega vinni við að vera með einhverjar skýringar og greiningar stundum bara veit ég ekki hvað kosningarna voru. Nei, það bara næst ekki að ná einhverju, þú veist, að hvað við raunverulega. Nei, það allt í einu bara poppa upp einhver skringileg mál og einu sinni var kosið sprungur í hádegismóum. Þetta bara fjölmiðla spila sín inn og við sjáum hér á Íslandi bara sorglegt að segja. Það náttúrulega ákveðin abbak við ákveðin fjölmiðla og annað, þau ná að spunna þetta og við erum svo fljótt að fara úr einn og annað en frakkar var að kjósa framtíðin. Það var það sem mín upplifun var af þessi kostningar að menn var verulega íhuga framtíð og líka kostakostingarnar hjá ykkur verða líka þetta snýst allt framtíð en að þið segir þetta með málamiðlunar að þið eru öll úr úr það sem eru einmenningskjördæmi sem að færa málamiðlunina fram fyrir kostingarnar Þannig ef við værum einmenningskjördæmi þá værum við með svona sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn, hluti af Framsókn, eitthvað svona dóttir hér. Nei, ég að gera með hægri og vinstri. Og svo værum við með eitthvað VG og Samfylkingin og Píratar og sósíalistar og eitthvað. Heldur að þetta væri betra kerfi? Manstu reyndi það þegar við vorum í kosningu 2016. Hún Birgitta Jóns að búa til svona vildi búa til blokk svo gert en fólk hafði ekki áhuga á því ég meina þetta myndinni og svipurinn og Katrínu Jakobsdóttir það var svo mikill fílusvipur að hún hafði engan áhuga að vera í þessu partí ég veit að ég bara tala fyrir okkur flokk við vorum hér á læri en hvað varður að ná inn við vorum pínu svona erum við þá að svíkja við kjósendur að semja eitthvað áður en við vitum að við komum fram og við töldum að við þurftum að sjá hvað kom upp úr kjörkassan áður en við getum lofa af okkur eitthvað svo það var aðstæða fyrir við vorum pínu svona vegna sem við sáum alveg þetta skalli og annað svo við það væri frábært ef það myndi gerast en ég held að hér á Íslandi við þurfum að sjá eins og á Frakklandi að við þurftum að standa saman til að koma í veg fyrir eitthvað. Því við höfum svo mikið treyst á því að já, við förum og komum inn og við semjum hitt og þetta og hvort það stendst. Það oft verið á Íslandi að þá var Samfylkingin var mótvægi við Sjálfstæðisflokkinn og myndaði svo ríkisstjórn með honum. Svo var VG mótvægi með Sjálfstæðisflokknum og myndaði ríkisstjórn með honum. Hvað orðið bara óheilög hjónaband? Þetta bara 2007 þá lendum við í þessu og 2017 lendum við í þessu og 10 ára fyrir því. Já, ég meina 2016 ég meina þegar við vorum kjörunin á því. Það bara voru, ég held við vorum 10. Jú, við fórum og verðum margir hissa. Já, það voru marga hissa en þá var fólk sem fólk fattar ekki, það var 10 viki
viku sem við vorum að semja og funda og veist, ég var nýkomin inn í pólitík og ég var bara alltaf kallað niður eitthvað fund og hvað með þetta og við vorum alltaf að reyna að halda þess að litla skipið á okkur gildi og það sem við lofaðum og svona og þetta var svakalegt 10 viku á endinum var þetta bara hvar náum við að halda okkur gildi og það sem við loðum fram hvað mest en Já, en ég ætla að spyrja ykkur íslenska pólitík, má ég það? Hvað segir þú? Styrjan? Já, ég hef verið virkur í VFG en að sjá Katrín Jakobsdóttir, Avenda, Bjarna Lyklana af ráðuneytinu og að sjá vinstri menn úr hennar flokki kjósa frekar meðlima í verslunarráði frekar en að hafa hana það segir sína sögu, ég vil ekki tala meira þetta en við vorum að tala veldi sem ennþá stórveldi eða hafa verið stórveldi og Rússland, Bandaríkin Frakkland Ísland og við erum alltaf að vorkenna litlum þjóðum sérstaklega litlu Íslandi sem svo sætt og krútlegt en tími verið komin og ég segi það í gríni en að vorkenna stórveldi eða sem hafa verið stórveldi og það ekki hægt að skilja hvað gerist í Tyrklandi Erdogan eða Milosevic á sínum tíma í Serbíu eða Putin eða ástandið í Frakklandi og í Bandaríkin líka dvínandi stórveldi þrátt fyrir að allt gengur mjög vel efnahagslega, ég veit það en sem sagt, þetta mjög erfitt að vera hrynjandi veldi og þjóðin tilbúin að kaupa hvað sem oft að því þetta ástand sem mjög erfitt að reka en að því ég að tala, ég held áfram mjög eigingjartlega þegar ég kem til Íslands, frakkar voru miklu ríkari en Íslendingar og þetta sem fannst mér svo stórkostlegt. Skandinavísk land eða þannig sem veri fátækara heldur en Frakkland. Já, ég var þá fram, eins og þú, Dominique, en síðan kaupmáttur á Íslandi hefur vaxið mjög hratt þangað til var hrunið Frakkland 2009 frakkar voru ríkari en Íslendingar það stóð í 1 ár síðan hrunið hefur verið í raun og veru halda upp aldarinnar Íslendingar hafa stórgrætt á hruninu eða túristabólunni Jú, en líka hrunið ég meina allir þessar peningar enduðu einhvers staðar Ísland hrundi á Evrópu en ekki á Ísland það hrundi á þýska lífeyrissjóði einmitt og hvernig var hægt að klára Hörpu með hvaða peninga það var gaman að rannsaka þetta nákvæmlega en sem sagt en núna tölur í fyrra Frakkland $43,000 á kjaft vergraframleysla á mann Ísland 78,000 Rússland 13,000 Ukraina 3,000 og eitthvað Ett fjórði Við erum rík Við erum ógeðslega rík á Íslandi og við erum dekkröfbörn hverju skipti sem eitthvað neikvætt gerist þetta Íslandi í hag ég meina Eyjafjallajökull fleiri turistar stríð í Úkraínu Íslandi í hag álverðið fór upp
fiskverð hækkaði því það var ekki hægt að kaupa rússneskan fisk lengur sem segir, við erum alltaf að græða á öllu og þegar kom Grindavík ég hugsaði loksins eitthvað sem gerist sem slæmt en sem við græðum ekki á þannig að Íslands politík dekruð börn sem eru að leika saman og sem hafna aldrei þegar eru pengar að græða. Þetta það sem mín reynsla af Íslandi. Dominik, í gær þá var bara Frakkland að kjósa framtíðina og svona bara hefði kosningarnar farið öðruvísi, þú hefur litið svo á að Frakkar væru bara að fara inn í beygja inn í einhverja myrka götu. Heldur þessi hætta á Íslendingar beygja inn í myrka götu? Kannski ekki alveg strax, en hættan alveg fyrir hendi. Og þú veist að maður sér hvernig þróunin fyrst, hvernig kosningakerfið virkar, að þeir sem eru að bjóða sig fram eru valdir fyrst af flokknum og ekki, þú veist, einstaklingsgæðum. Það svona, eftir því að þeir eru fastir og velniðnir innan flokksins eða nota þeir í einhverju öðru tilgangi. Þannig að þetta eitt sem truflar í rauninni lýðræðið og svo hitt að það veldir svo mikið á hverju einasta mannesku og hverju einasta þingmanni. Þú veist að hvort að sú manneskja eins og Katrín Jakobsdóttir, ég hafði mikið dalæti á henni þegar hún byrjaði og svo breytist svona alveg gríðarlega og það, ef ég segi að það eigi kannski eftir að koma, það ef þú tekur dæmið í Frakklandi hvernig ég með þetta alveg fast í hausnum, en hvernig sósíalist gildi í rauninni sem voru eins og segir, þú veist, sem voru komin í VG og hvernig þetta bara loknaðist gjörsamlega út af og eyddi öllum þessum gildum ofurselt, sem sagt, andstæðingi í pólitíkinni. Þannig að nú hvað að gerast? Nú miðflokkurinn að rísa upp úr mistökum sjálfstæðismanna í svo mörgu að Samfylkingin líka rís upp. Samfylkingin líka sem systurflokkur sósíalistana í Frakklandi. Já, ég veit það, en svo veist, Samfylkingin hefur alveg sveiflast frá vinstri væng yfir á hægri væng og núna með hægri og svo fremst, þú veist ekki hvort þú hefur þá. Þannig að fyrir mig vandamálið hversu sterkur miðflokkurinn ekki hversu sterkur samfylkingin og þú veist, þú finnur þá alla með alls konar uppákomur og yfirlýsingar á Facebook þú veist, ég vil ekki nefna nöfn en það vita allir hvern ég að tala og ég þekki þá í námunda líka. Nú ættum við að slá botnin í þetta, en það eitt sem í sambandi við fransku kosningarnar og stöðuna sem núna sem ég skil ekki alveg. Nú þarf að mynda einhverja ríkisstjórn og ég meina það ekki í spilunum að Macron geti gert það sama og síðast. Hann sé með ríkisstjórnina sem að semji til hægri eða vinstri. Það eiginlega ólíklegt. Það ekki líklegt að miðjan og vinstrið nái saman. Það ekki heldur líklegt. En möguleiki á því að flokkarnir sem stöðstu Macron taki vinstri flokkana með sér en skilji Mélenchon og róttæku sósíalistana eftir og myndi ykkur svona. Eða þetta bandalag vinstrisins
Hvað heldur það? Er þetta ekki bara kosningabandalag? Það var ákveðið á 4 klukkutímum. Já, einmitt. Og svo þeir unnu það að fengu árangurinn að þjóðfylkingin fekk ekki meiri hluta. Einmitt. Þannig að núna er engin skuldbundin að því að vera saman, þetta er ekki eitthvað eilífur hjónaband. Jú, þau eru samt með sameiginlega stefnu sem allir tóku undir og skrifuðu undir. Þannig að þetta er samstipað sem heldur áfram, sko. Þú veist, ekki bara fyrir kosningar. Okay. En það er mikill vilji hjá sósíalistunum að frekar að vinna bara með makrónistunum. Nei. Eða hvað? Nei. Ég er að spyrja vegna þess að ég skildi ekki alveg. Ég er ekki viss að því Nei, ég er ekki viss heldur. Það hjálpar líka lepinistum að vaksa. Að því þetta er flókið. Macron getur líka haldið áfram með að tala en svo ekkert vei. Þetta er möguleiki. Möguleiki nummer 2 reyna að gera samsteypustjórn en þetta er ekki í anda Frakklands. Og þriðji möguleiki er teknimanna, teknokrata. Utan þingstjórn. Já, utan þingstjórn. Svo geta líka bara kosið aftur í haust, eða ekki? Það myndir Spánverjandi gera. Spánverjandi myndir kjósa aftur. Á að líða. Það má ekki lesa. Hvaða málefni? Ég bara hugsa málefni. Þið fáið það nú aldrei rofið þing og búið til kosninga við ykkur. Í Bandaríkjunum. Það er ekki svo deyr fyrir það að gera. Og því miður þetta kannski þarf svo að horfa fram á. En hvaða málefni? Þetta er svo ég hugsa íslenska, við vorum að tala miðflokk. Það er einn málefni sem þau tala sem er að hefja þeim upp. En það eru önnur flokk sem er að reyna að tala fyrir heilbrigðiskerfi hérna og Viðreisn að tala fyrir Evrópusamband og þessi hluti. En hvaða málefni er það sem bindur vinstri saman fyrir utan ekki herfinn? Já, það er ekki það framtíðarsýn. Klassísk vinstri mál, hækka lágmarkslaun, hækka skatta á hinn ríku. Og er það sammála á því? Styrkja velferðarkerfið. Já, sem sagt sérstaklega í heilbrigðiskerfinu. Jú. Og svo líka hætta við hækkun lífeyrisaldurs. Svo ég sagði að þetta eru málefni sem snerta líf allra. Sem er svo erfitt að skilja fyrir okkur. Já, reyndar. En eru þau ágæta fólk? Mjög gaman að fá okkur hérna og tala pólitík. Við fólk sem vill svo til að eru innflytjendur í Íslandi. Já, einmitt. Það vill svo til. Við tölum svo miklu meira en bara innflytjendumál. Það var einmitt... Þetta er svo geggjað. Þú veist það, maður má tala við innflytjendur annað en innflytjendumál. Ég þjást þau alla daga. En Nicole, Dominique, Gerard og Viktoría Snærós, kærar þakkir. Takk sem að leiðast. Ég set þess verðin eftir og held áfram að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli er augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is